kæru árshátíðargestir. Verið hjartanlega velkomin á árshátíð eldri nemenda í Varmahlíðarskóla. Í kvöld verður sýnt hið sívinsæla söng- og dansverk Mamma Mia sem við höfum æft á kappi síðustu 2 vikur undir leikstjórn Helgu Rósar Sigfúsdóttur. Leikritið Mamma Mia byggt á samnefndri kvikmynd frá árinu 2008 og íslenskað af Þórarni Eldjárn. Mamma Mia fjallar Sophie og mömmuna Donnu. Sophie að fara að giftast, en þó ekki aðeins út af ást, heldur líka af því hún vill finna sjálfa sig, hver hún Hún les dagbók mömmu sinnar í óleyfi og finnur út að 3 menn komu til greina sem faðir hennar. Hún býður þeim öllum í brúðkaupið sitt á þess að ræða við unnusta sinn né mömmu sína fyrst. Þegar þeir mæta á svæðið og hitta Donnu, flækjast málin til muna. Rétt að benda á að 3 hlutverkum skipt, en þeim skipt eftir lagið Voulez-vous. Árshátíðin hápunktur félagslífsins í vetur og auk þess að vera einn liður fjáröflunar okkar í 10. bekk fyrir útskriftarferðina til Kaupmannahafnar í vor. Við höfum gert ýmislegt, meðal annars safnað flöskum, selt lakkrís og hlaup í bílförmum, haft bingo og kökubassara. Auk þess verður ýmislegt fleira gert fram til vors. Við viljum nota tækifærið og þakka öllum þeim sem hafa stutt okkur í fjáröfluninni kærlega fyrir. Að sýningu lokinni bjóðum við ykkur í kaffi og kökur í skólanum. Eftir sýninguna verður svo dúndur árshátíðarball í Miðgarði og opnar húsið eftir kl. 10. Félagar í hljómsveit kvöldsins halda uppi stemmingunni í salnum til kl. 12:30. Að lokum viljum við biðja ykkur vinsamlegast að slökkva á farsímum. Síðastliðnar 2 vikur hafa verið frábærar og vonandi skemmti þið ykkur jafn vel og við skemmtum okkur síðustu 2 vikur. Góða skemmtun! Góða ferð. Ekki beinlínis, en þetta fann ég í skrifborðinu hennar mömmu. Sophie, þú átt ekki að lesa dagbók mömmu þinnar. Nei, það hún sem að lesa þína. En sko, 1979, á sem ég kom undir, þið veitir, hún hefur aldrei viljað tala pabba minn. Segist ekkert muna
Hlustiði nú. 17. júlí. Þvílík nótt. Eftir sýninguna reri Seðanum yfir á litlu eyjuna. Við dönsuðum á ströndinni og kysstumst á ströndinni. Og... punktur. Ha? Punktur. Þannig var þetta haft í gamla daga. Sem er þá eini rétti. Ég veit hann enda. Þeir eru aldrei verið svona áður. Sæti sefur hjá mér, aha, sæti gengur frá mér, aha, sæti Ég heyrði fátt hann hér sem hugðist til kynna mér. Nú veit ég það allt svo vel, hann ástarvél. Ég fæ alveg svima. Ástarvél? Það nokkuð neitt. Sæti má ég finna, aha, sæti ekkert minna, aha, sæti Þú kveður mig kossi svo ég Þrýstir mér að þér svo sem vilja svífa af stað þegar þú gerir allt. Shit, svo það er pappinn, þessi Sam. Létt af flækist sem sagði mömmu að þetta bara heim til að giftast svínið. Biði aðeins. 4. ágúst. Þvílík nótt. Ég var enn svo leið út af Sam, en eftir sýninguna tók Bill mótorbátaleigu og fórum yfir á eyjuna. Eitt leit af öðru og... punktur. Bill. 15. ágúst. Þvílík nótt. Harry dúkkaði allt í henni upp, svo ég sagðist alltaf sína honum eyjuna. Ég ætti líklega að láta athuga upp á hausinn á mér, en hann var svo ljúfur, ég gat bara ekki eftir gert að... punktur! Harry? Ég sagði skjálfi komið nafn. Já, reynda 3 nöfn, Sam, Bill eða Harry. Koma þér allir í brúðkaupið? Já. Ég meina, Sophie, heldur þetta sé í lagi? Já, ég vil fullkomið brúðkaup og vil að pabbi minn leiði mig til Astaris. Vonandi gangurinn á breiðu. Hvað höfum við hér? Ali og Lísa er mættar, það er ég að fá litla herbyggju við inn á mínu. Stelpur, þið heyrðu hvað þú sagði, upp með þetta töskur. Já, frú. Við mamma má ekkert vita, við verðum að halda þessu leyndu. Já, en einhver mun fá að sjá þá. Ég vil ekki hræða það í burtu fyrir nýbúinu að kynnast þeim og ef ég er heppin, þekki ég strax þann sem er pabbi minn. Já, en verður þið ekki? Nú, þá hef ég sólarhring til að komast að því. Sæti, sofðu hjá mér, aha, sæti göktu frá mér, aha, sæti Ég heyrði smá margt á þér sem hugðist í kynna mér og bráður minn sýna sig hvað mér finnst þig.
þessum milljóneirum. Ég veit, og ég veit ekki við hennar stað. Endalaus átök við bankastjórann. Verslingsbankastjórinn. Rósi frænka! Sophie, alltaf dáslegt hvert skipti sem að sjá þig og bara að fara að giftast. Sjálfsögðu hvítir hrafnar. Velkomnar. Já, hvað ætla að sjá mörg ár? Nei, annars verðt ekki að rifja það upp. En hvað er að frétta þér? Ég heiti að væri orðin hálaug. Láttu ekki svona, Tanja. Marja hérna hefur alltaf verið skilsumast á fyrir öllum. Það var eina viti hjá þér að fara í flesti. Sophie mín, ég er viss að mannst ekki eftir mér. Allar þess að líta það gerði. Auðvitað mann eftir Tönju frænku. Sjáu bara unga minn og ekkert hún að lifa lífinu. Mamma, ég er að fara að gifta mig eftir að gangi klaustur. Tja, nú í mínu ungdæmi giftist maður ekki 20. Donna, í okkar ungdæmi giftist maður bara alls ekki. Láttu segja aldrei, Rósi. Þú munt finna draumaprísinn. Og það hef ég gert. Og allt sem ég vilja er að festa rætur og eignast börn. Nei, takk. Hún vil gifta sig í hvítu. Ekki veit ég hvað hann hefur það. Það var ekki mín hugmynd, ekki kenna mér það Donna. Stelpur maður kynna aðmanninn í Búlmæður morgun, Skye, Rósi og Tanja, fyrirverandi bakgrafnarnir og bestu vinkonur allra tíma. Bakgrafni hvað? Hæ, ég hef heilt matnungu 2. Allt hlögg, vona ég. Jasú, kukla mú. En hvers var bólaðinni? Ekki ástæða fyrir hann kann ekki grísku á Íslandi. Þetta er hér. Bonjour, madame. Bonjour, je m'appelle Tanja. Ég heiti Peppi. Að þetta fellur? Nei, hann vil peppaði niður. Þessi krakkar og hjálparhættunar mínar, það er einhvern veginn þannig að þú rekstur þessi eilíft bast og kemst maður ekki að hann aðstofnum. Ef þið vantar eitthvað, bara aðstofa eitthvað, þá er þinn. Loksins nægir skottið okkur. Hafið þið þeir ekki eitthvað að gera? Og þið stelpur þessi gott og klappa sig ekki bara sjálf upp á herbergi. Það er inni á mér, komið stelpur, við höfum nóg að tala. Svo, Skye, er ekki komið að okkar spjalli? Ætli það ekki? Fegin að vera sloppin sem dalli. Þetta var mikið neitt. Þú ættir að prófa að fara á kajaki og vangafennuna. Já, ég las um það bókina þína. Pappi bátinn í flott svana. Takk, Harry. Ég er einmitt að einhversstaðar hafi selst eitt eintak. Ég er sjúkur í ferðabækjur. Lesa til að drepa tíman á leið í vinnuna. Á ég að segja ykkur þetta alveg stórmerkilegt. Þessi grá hérna, ég byggði hana. Já, ég teiknaði. Fyrir hvað? 21 ári síðan eða svo. Við dættum aldrei hún skildi gera eitthvað í þessu. Hver? Nú, Donna, hver önnur? Þetta var nú bara einhver klót aftan á matseðli. Við dættum ekkert hún skildi gera eitthvað í þessu. Hvernig veist þetta er þín teikn? Hús eins og börnhús. Maður þekkir alltaf sín veginn. Ekki við hér áskvæmum börn. Ég er yfir barpokum mest á daginu. Finn, heldur að eigin muni veita þér innblástur í ykkur skrif? Vonandi. Þegar ég fekk þetta búið í brúðkaupi, samdi við ritsörum minn að skrifa grein sem ég kalla Bernskuslóður endurfrættar. Ertu fæddur hér? Nei. Ég er fæddur uppúr nú Breitlandi, en móður mín er grísk. Eina skiptið sem ég komið í Grikklands var til að heimsækja ömmusystur mín upp á meginlandinu.
Fyrir hvað, 21 ári? Góðan dag. Get ég eitthvað aðstöðað? Sæl, til Ástu, áttu herbergjan mér. Til Ástu. Ég Bright, Harry Bright. Harry. Svo þú hlýtur að vera... Sam Carmichael, áttu von á því? Já, auðvitað. Ég skal sækja lyklana. Indælt. En ég var að vonast til að geta eftir með eitthvað í málinu. Ég hef ekki talað grísku í 21 ár. 21 ár segir. Maður þarf nú eitthvað að gruna þetta sé eitthvað sviðsett. Bill, þetta frá saga handa þér. 3 menn sem ekkert þekkjast eru boðin úr stað þess sem þeir hafa ekki komið á í 21 ár af konu sem þeir hafa ekki séð í 21 ár. Hversum þeir eru eiginlega hingað komnir? Ekki sem verst. Ok, Harry, þín saga. Hver er hún? Hvað dröðu frá Englandsbanka? Þetta er yfirheyrsla. Já, búið frá Donnu vakti upp ótal lífaminningar. Ég kallaði hausbrjótur þessu. Hún myndi seint kalla mig gamlan mann, gjörsnittan ævintýraþrá. Hver heldur því frá? Minn betri helmingur, stórt hús, tryllutæki og áskort á vöktinni er bara ekki nóg handa sumur. Þú ert dóttir Donnu? Já. Aldrei hefði ég. Það var eitthvað kunnulegt við því. Sofía. Bara Sophie. Nei, það er Sofía á grísku. Ég átti ömmusystur mín sem ég heit Sofía. Ég skildi þau konu sem heit Sophia. Hérna, hvað er Donnu? Mér langar að heimta hann og þakka henni fyrir boðið. Já, það var fallið dagana mjög eftir okkur. Þið megi ekki. Það var ég sem setti kortið. Hún veit ekki neitt. En hvers vegna? Vegna þess að mamma er alltaf að vera vinisnefnur í gamla daga og mér fannst þetta hlut að þykja æðislegt ef við bjóðum ykkur öllum. En hún er svo stressuð út af þessu brúðkaupi að ef bara tilkynna vonandi gesti, fær hún bara yfirum. Býttu, ertu að segja að Donna bauð mér ekki? Já, svo ég skuli bara láta eins og þessi frí hérna. Það kemur henni skemmtilega óvart ef hún sér ykkur í brúðkaupinu á morgun. Nei, Sophie, sko, ég vil ekkert vera að skemma þetta fyrir þér. En síðast ég hitti mömmu þína að þú þótt hún aldrei vilja sjá mig aftur. Og fyrst hún sendi ekki boðskortinn þá hlýt ég ennþá að vera barn. En það var fyrir 20 árum. Ég vil hafa þig hér. Af hverju? Vegna þess að þetta er brúðkaup fyrir mig og ég vil að allir séu vinir. Þú er svona kræf. Þú ert að vera mamma þín. Ætti þetta buxnapressa í rauginni? Sagði þið einhver buxnapressa? Þetta sýnir öllum. Þú sveist upp í heit. Enginn yfir að til þegar öllu ég sleit. Sjáu mig nú, hef ég ekkert lært en birtist þú. En að lífinu brenna bál, blossar eldur í minni sál. Augnablikið eins og mér hafi dreymt. Andartak og allt er grafið og glemt. Mamma mía, enn og aftur þú. Ýmislegt að varast. Mamma mía, veit hver kjaftur nú. Að ég er að farast. Ömurlegt allt var bara af því ég vil fara. Að ég skyldi sleppa þér. Mamma mía, alveg ljóst hvað er. Ég átti ekki að sleppa þér.
Skrokkin heyri. Andskotaðar eftir að gera þessa og reynda bara þið allir. Fyrirgefið, ég var svolítið hissa að sjá ykkur. Já, ég kom hingað bara til að skrifa grein tímarit. Og ég er í fríi. Ég ákvað nú bara að kíkja eins við. Já, hérna, en bara, þið vitið, það er engin herbergi laus, það er bara sá ástími. Án heldur betur gott að panta þig fyrirfram. Strákar, ef ykkur vantar gistingu á bara, kallið mig. Það bara hittist illa á. Á hverju? Já, sko, hérna, já, það er stelpa í fólk að fara að gifta sig á morgun og ég hef því bara miður ekki nóg starfsfólk til að sinna ykkur. Það væri alltaf svo miklu betur ykkur en að ég vera fast á landinu. Já, já. En hann Bill hérna er valur að þjást fyrir listin. Og hann hausbrótur alveg æstur í því óvænta. Hvað með þig? Ég kom nú bara aðeins til að kíkja á eigina. Þú veist hvað þýðingur hún hafði fyrir mig. Ó já, það væri svo svolítið notalegt að orðna sig við gamla minningar. En þið viti, ég þarf bara að fara og taka til í veskinu mínu eða eitthvað. Hún eldist ekkert. Ég bjóst við að bara hitta svona meðaldra kettling. Nei, hún er enn donna. Augnablikin eins og mig hafi dreymt. Andartak og allt grafið og gleymt. Wow, wow. Mamma mía, enn og aftur þú. Æ, ýmislegt að varast. Mamma mía, veit hvað kjaftur nú. Æ, að ég er að fara. Ömurlegt að var bara að því að létum fara. Æ, að ég skipti sleppa þér. Mamma mía, alveg ljóst hvað er. Æ, ég ætla ekki að sleppa þér. Raunasvipur
öxlin á mér. Þínum besta vin, þú færð alltaf hlutum hjá mér. Þú sem var svo örugg og sterk, minni nú á handbrúna kríu. Vonandi getum við labbað upp á þig að nýju. Chiquitita, alveg ljósið, alltaf sorgir kemur og fer og veldur sárum. Þú munt dansa og dansa á ný, tekur fyrir því, engin tíma að hella tárum. Chiquitita, við göngum hér, samt sólin ennþá með þér og skín yfir okkur. Láttu ljóma enn á ný, áttu borg og frí, nýja söngvað Chiquitita. Ljóma á ný, áttu borg og frí, nýja söngvað. Hún er Sophie, að ég muni ekki ef það sagt að verða Sam, arkitektin sem hún heim til að gifta sig. Svínið? Það er ekki gerði kallkongur. En sko, stelpur, ég er ekki alveg viss, þess að það voru nefnilega aðrir. Donna Drislandi. Hvers vegna sagðir okkur ekki frá því? Þess að ég held að ég þyrfti aldrei að gera það. Ég vissi ekki að það myndi dúkka bara allir svona upp daginn fyrir brúðkaup Sophíu. Hæ? Donna, ertu viss? Þetta er ég viss. Þetta ég hef glemt fyrir dóttir mína. Þetta er Harry, Sam og Bill. En myndi hérna Harry með hausinn? Ég skil þetta ekki. Hvers vegna eru þau komnir í það? Þetta er svona hryllilegt örlagaplott. Afskaplega grís. Vita þeir það? Ég get ekki vita það. Ég hef aldrei sagt neinum þetta. En stelpur, hvers vegna eru þeir komnir með það til að spilla brúðkaupinu Sophíu? Ég hélt þið væri alveg nokkuð saman um þetta brúðkaup. Og hefur líka þeir spillið í. Þeir eru ekkert lifið til að dúkka svona upp. Og hvenær hafa þeir gert sér skapa hlut fyrir dóttur sína? Donna mín, þú verður nú að sýna smá sanngirni hérna. Þið vissi ekki einu sem hann væri til. Þau eru kannski ekki neitt. Ég hef bara skilað þínu verkinu Sophíu minni alveg ein og þá þykist bara einhver sæðispunga að geta bonað með þau. Það er ekkert svoleiðis róaði nú. Þú ert örugg í kvöld og í nótt. Svæðið verður kafnarslaus í gæsninni og svo á morgun förum við Tanja með það út að veiða. Veiða? Já. Ég bý. Hvað finnst þér annars þú ættir að gera við þrjá karlmenn? Þetta verður gamla minningar. Hvað með Kerling, hvað er það að segja okkur þetta? Ég man eftir Bill Austin. Hann var nú talsett svona ok. Já, fyrir ykkur er það bara fliss og gamla minningar. En muni stelpur, það var ég sem var ólétt. Þið veitir, kannski var það bara gott á mig. Þú hljómar alveg eins og mamma þín. Alls ekki óvíst. Hvað var manna Donnu mína að á partígjáluna? Ég bara þroskaðist. Nú vanþroskast þá bara aftur. Nei, sem þú ætti að gera til að skamma þig fyrir. Já, anskotin hafið þetta gengur ekki. Eftir Donna serist hann eftir mamma hennar. Nákvæmlega, reynd að sína hvað í þér býr, stelpa. Glæsilegt! Þá er það komið að hreint. Skype var alveg sérstaklega að tala við ykkur því honum finnst svo mikilvægt að þið, litlu bræður hans, fóru hlutverk í athöfninni. Já, sjálfsagt mál. En er þetta ekki eitthvað fleiri sem getum hjálpað við að skreita á það? Já, gott að þú myndist á það! Þið stelpur, þið buðu ykkur fram til að sjá um blómaskreitingarna, en það gerst koma hreint og þannig að geta skipper og skútur ykkur hjálpað ykkur. Sophie kom sérstaklega Martin Brok, hann er pönt þau. Þannig að þau eftir komið bátnum í fyrramálið.
svo sem ekki mikil vinna, en það væri ágætt að fá aðstoð við að bera skreytingarnar umhverfið. Svo erum við enga stund að koma þeim fyrir hérna. Já, ekkert mál. Við getum góðað með ykkur niður í bryggju, en það er samt ekki að stilla upp stólunum og svona. Hún Petúnía hefur fulla stjórn á því öllu. Ég var bara að segja þér frá skipulag morgundagsins og framkvæmdin á brúðkaupinu væri alveg kristaltær og undir styrkri stjórninni. Minna mætti það ekki vera, það er að segja eins og stelpur Rólu gerða það sem er sagt. Stelpur, hvað eru þið? Hérna þarf allt að vera spikk og span í fyrramáli. Það verður alltaf fólki eftir þetta gæsapartí. Þið vitum nú að brúðkaupið er á morgun. Já, við vitum það. Það er eins gott. Hvað er það að gera hérna ennþá? Þið getur ekki bara staðið hérna og staðið ennþá. Þetta gæsapartí fyrir alveg að byrja. Shit, stekkjunum maður. Já, einmitt. En nú mamma þín sagði að við erum bara að fara. Við vildum ekki fela spyrja henni. Já, Donna var brjálið þegar hún sá. Hvað er það því? Hún er bara stressuð út af brúðkaupinu. Hún verður svo gröð að borga. Hætturðu það? Hei, gítarinn er vörðu. Nei. Sjáðu. Hér. DS. Donna sér þetta. HB. Hausbrjóti. Ég gaf henni gítar. Ég var feikin að uppreisna sig þá. Ég var í námi í París fyrir hittana. Hoppaði við lest og eftir hann til Grikklands. Mjög hvatvíst. En ég man svo vel okkar sumar, en ég vil það vel. Signu göngunar, mildar rigningar, okkar sumar, sælar minningar. Við gengum saman með framanni og í grasið settum svo rétt við fennurnir. Hugsanir okkar alveg eins, yfirruðust hvorki eins né neins. Ó, já. Svo gengur árið vorum víst, öllu blómabörnin. En yngstu mig, við óttuðumst að fljúa af vestastur og við snjallir fúa af Breiðnefsdans. Við stígum okkar sunnadans. En ég man svo vel okkar sumar, en ég vil það vel. Fólkið streymdi fram, flæmt upp Notre Dame. Okkar sumar, göngutúrarnir, matarstaðirnir. Okkar sumar, morgunverðirnir. Hvað við nutum þess, aldrei minnsta stress. Okkar sumar, en svo ung og hress. Svo gafstu burt í bankana, í fjölskyldu og fótbolta. Heitir bara Harry. Ég sakna sinns, þú varst hennar draumaprins. En ég man svo vel okkar sumar, en ég vil það vel. Signu göngunar, mildar rigningar. Okkar sumar, sælar minningar.
Dömur mínar og engir herrar. Einhverjar skvísur hér í kvöld? Í kvöld og aðeins í kvöld sumanætur kráin kynnir með stolti fyrsta kvennastuðband veraldar, ljóslifandi í allri sinni miðalda hrukkudýrð. Tali nú hver fyrir sig, Tanja mín. Eitt kvöld, eitt númer. Við megnum ekki meira. Takið vel á móti Donnu og Dynamínu! Hvernig komst mamma inn yfir hennan stað? Þegar ég þekkti hana, söng hún næturklúbb yfir fastalandinu. Hún erfði eitthvað af peningum. Það bjó hjá okkur gömul kona þegar ég var lítil. Mamma sá hana. Hún hét Sófía. Ha? Sófía? Systir mín? Ætli það ekki bara? En ég hef alltaf veit að hennar peningar hafi haldist innan fjölskylduna. Spíðum við. Hvað ertu gömul? Hvítur. Við, af hverju afleiti ömmusystir þín mömmu þessum peningum? Ég veit það ekki. Þú veist það víst. Gerðu það, segðu mér það. Þú verður að ræða þetta mömmu þína. Hún vill ekki ræða neitt fortíðina. Allt mitt líf hefur ein stór spurning án svars hangið yfir mér. Nú vil ég ekkert vera laumuspil. En Sophie, þetta hefur ekki verið mitt leyndarmál. Bill, ert þú pabbi minn? Ég held það.
tvíburasystur. Nei. Vilt þú leiða mig til Astaris í morgun? Leiða þig til Astaris? Já, mér finnst þig ekki vera raunveruleg bróðir nema faðirinn leiði mig til Astaris. Ég ætla að tala mömmu þína. Ekki nóg. Gerðu það fyrir mig. Höfum þetta leyndarmál út af fyrir okkur þangað til í brúðkaupinu. Hún verður brjáluð. Hún verður fegin þegar hún sér okkur saman og sér að við erum alsæl. Alsæl. Að Donna skuli eiga fullorðna dóttur. Átt þú ykkur börn þar í? Nei, ég hef ekki enn fitað á föðustigum. Það er aldrei of seint. Ekki held ég að minn betri helmingur myndi fallast á það. Hvað, viltu ekki eignast börn? Jú, það er ekki það. Ég hefði alveg viljað dóttur. Ég hef svoleiðis gjörspillt henni. Þú hefði mátt kalla Steppi. Er pabbi Sophie hér? Hún er ekki viss. Ha? Hún veit ekki hver pabbi sinn er. Strákar, er komið á stekkinu! Var ómótstæðileg. Engin henni lík. Við töluðum, við rifumst og við... Já, það var þetta ég sem kom með henni hingað að segja. Ok, þá er það eitthvað sem við gerðum við hana, ha? Nú, hvað hefur hún eiginlega sagt þér? Ekki neitt, hún hefur ekki eins og minnst á þig. Ekki Sophie, ég neitt annan. En Sophie sagði mér að hún var alltaf að tala við svona frá í gamla dag. Býtu, hvað er hann að gera? Hversin er ég hér? Nei! Heyrðu mig nú! Ég veit hversin er ég hér. Og þú getur sagt þín Sophie að mér finnst þetta alveg æðislega. Ég hef alltaf langað til að segja það litla stelpu. Ég tala það ekki stóra. Já, en þú veist... Ok, ég veit ég er þarna til geist í það. Veit Donna að Sophie það þessu? Nei, hún má það ekki. Nei, en býtu. Hver leiðir Sophie alltaf henni? Ég ger það að sjálfsögðu. Þú? Það er ekki áður Donni. Ég er ekkert hræddur. Að minnst kosti ekki mikið. Nú er tækifæri, þetta flýgur hjá, engin von ég eftir sjá.
ykkur sér á staðnum og leiðið til altaris. Þú skal vita að ég mun ekki klikka á þessu. Ég kem. Nú tækifærið, hjarta flýgur hjá, enginn mun ég eftir sjá. Ekki nokk spurning, svarið það veist þú, the question says
svo unaðslegt, allt var á réttum stað. Þú vildir sjá mig, hlustaðu nú á mig, SOS. Þinn hlustar eldur í mig, líði heldur, SOS. Ef þú ferð, verður mér, verður mér einskis verð. Ef þú ferð, verður mér, verður mér einskis verð. Þú virðist fjarlægur, samt ertu staddur hér. Þú hleyptir líf í mig, en eitthvað dó í mér. Ég reyni að átta mig á því, ég held ég vissi það. Það var um ástina, allt var á réttum stað. Þú virðist sjá mig, hlustaðu nú á mig, SOS. Þinn ástar eldur í mig, líði heldur, SOS. Ef þú ferð, verður mér einskis verð. Ef þú ferð, verður mér einskis verð. Þú virðist sjá mig, hlustaðu nú á mig, SOS. Þinn ástar eldur í mig, lífi heldur, SOS. Ef þú ferð, verður mér einskis verð. 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 Madam, þetta er aðeins bræðlegana. Þú læknar að þunguna. Þú til ekki speilarskan, þú læknaði mína þingu. Svona Ljúfur, ég gæti verið mamma þín. Já, þú mátt alveg kalla mig Öðipus. Tanja, af hverju tökum við ekki upp dráðin frá því í gær? Ég hef dregið huliðsblæju yfir seinustu nótt. Síðasta nótt gerðist ekki. Beppi, hættu þessu flassi, kappaði skortur á línuna. Það er sjálfsafgreiðsla á barnum. Það áttur eða á gestina þína. Fæst svo ekki maður vinnum og voðið. Viltu glasri? Nei, takk. Rósi hafa búin að lofa mér ensku morgunni. Var það? Þú veist að ég er alltaf með eintak af kokkabókinni í bakbókarum. Þinn nýja konu Edvard. Er það? Það veist að laga kryddjur helst. Andlitið á mér, elskan, smá sparskt og viðgerðir. Hei, maður reynir nú ekki að endurbæta meistarverk. Æ, svo ömulegur. Ef þú væri aðeins klárunni, væri hæstilegur.
Tanja, þú getur ekki látið eins og neistinn á milli okkur sé ekki þetta. Litlir strákar sem leika sér að eldinum brenna sig á puttunum. Það reyndi ekki meir við mig, fyrst og ég vil alls ekki sjá svona krakka hrein. Það vil ég reynt ekki nei. Líf fullt augnaráð, já ég skil það svo vel, þú ert æstur og áhrifakjarr. En sko þú ert bara barn. Við gætum stíkað saman, ef þér finnst það gaman, veit þú mamma aldrei fórst þú. Við gætum fundað og farast, á þig kannski daðast, veit þú mamma aldrei fórst þú. Engan æsing myndir þú að þig, þetta fjarvæla, veit þú mamma það. Engan æsing myndir slaka á, ekki varast það, veit þú mamma það. Ég sé vel hvað þú vil, en ég finnst þú fullungur í fróðleik og nýjum kannski. Við áttu hreint engan séns. Ég sterk trú, ég kann við þig, og þú brosir svo fallega fróðleik og nýjum kannski. En sko þú ert bara barn. Við gætum fundað og farast, á þig kannski daðast, veit þú mamma aldrei fórst þú. Við gætum stíkað saman, ef þér finnst það gaman, veit þú mamma aldrei fórst þú. Hvað í andskotanum eru þið að gera hérna? Donna er alveg að bræða úr sér! Skæ! Það er bara ógeð að við sjáum! Þetta er eitthvað sem er allt að klúðra, Skæ. Þú verður að hjálpa mér. Hvað er í gangi? Þetta er allt eitt klúður og það er mér að kenna. Ég veit ég átti ekki að gera það, en ég las dagbók mömmu minnar og ég á hugsanlega 3 pabba. Vá, skoðið hæða. Ég bauð feður mér með brúðkaupi. Ég hélt ég myndi þekkja hann rétta leið og ég segja. En ég gerði það ekki og núna halda allir 3 að þeir séu pabbinn og halda allir að þeir munu leiða mig til altaris. Ok. Unna mig, spólum aðeins tilbaka. Þú gerði hvað? Ég bauð feður mér með brúðkaupi. Það er 3 mánuðir síðan ég sendi bréfið. Ég gat ekki vita að þeir kæmu allir. 3 mánuðir? Skæ, þú verður að hjálpa mér. Af hverju gerði þetta? Af hverju sagðir mér ekki frá þessu? Ég vissi að þú yrðir ekki hrifin af því. Hvað? Ég held að við getum treyst hvort öðru og talaði margt. En þú fórst á bak við mig út af einhverjum ókunnugum manni. Nei, það var ekki þannig. Svo er það allt. Og svo er það þess vegna sem alltaf það hvíta brúðkaup er. Svo að þú getur fundið pappa þig. Nei, það er ekki þannig. Ég myndi skreppa á báti upp á fastalandi og giftast hjá dómara og örfáum vottum. Og bara, af hverju gerði þetta? En ég veit það ekki. Ég vildi giftast þess að komast að því hver ég er. Sko, kemst að gerði hver þú er með því að vita hvað pappi er. Það kemur frá sjálfur. Hvernig myndi þið nú líða ef ég fer að ljúga að því? Hvað? Ég vildi giftast þér af því að ég elska þig. En núna veit ég að það lengur. Veistu ekki hvort þú elskir mig? Ég veit ekki hvort að þetta sé það sem þú vilt í raun og veru. Fyrirgefi, er ég að trufla eitthvað? Nei, hugsaðu málið. Nei, Skæ, bíddu! Það er að vera. Það er ekki eftir að koma. Látt hann fara. Það er rétt hjá honum. Þú verður að vita hvað þú vilt í raun og veru. Þetta kemur þér ekki til. Ég er það. Ef ég á að leiða til altaris, verð ég að vita að hann í raun og veru fundið hamingjuna. Ég er búin að fara gegnum þetta samtal áður með mömmu. Hún þekkir mig miklu betur en þú. Hvað heldur að Donna Dínum voru vitið hjúskap eða skilnað? Ég er með 20 ára reynslusjóð sem ég get keppa saman í 2 vikur. Svo hlustaðu á mig. Þú ert svo ung. Þú átt allt lífið framöndan. Samt gerðu það fyrir mig, ekki núna. En ég gengi í gegnum þetta. Allt þetta hvíta brúðkaup með allt í hvítu og kransagönguna. Og það endar ekki alltaf í hamingju. Ég man ennþá hvernig ég grátaði konuna mína. En svona ert þú, ekki ég. Ég elska Skæ, mér er pabbi hennar í öllum heiminum. Og var það svoleiðast þegar þú giftist?
Ali og Lísa tilbúin að hjálpa þér. Mamma, vilt þú hjálpa mér? Eldsnemma af stað, alla morgna með skólatösku, veifar mér bless og hún brosir inn í sig. Ég horfi á, finn mig daglega dapurleika, verð að dilla mér og jafna mig. Mér finnst ég vera að missa hann á mér, án þess hún hafi sýnt á spilin sín. Ég gleðst svo við getum hlegið saman og stelpuskólar mín. Finnst þér ég vera að svíkja þig? Hvers vegna segirðu það? Því allir segja mamma er eins og svöl að ala upp barn og standa í business alveg einn. Ég átti ekkert val. Ógift móðir á 8. áratugnum. Mamma afneitaði mér. Ha? Ég vissi það ekki. Já, það var líka eins gott. Ég vildi miklu frekar vera hérna en í einhverju skíta útkvefi. Grútsifjaðar við sitjum við morgunverðinn, hálfsofandi læt ég tíma líða hjá. Svo fer hún burt og þá finn ég svo skrýtin drega sektarkennd sem ég kemst ekki frá. Hvað verður okkar ævintýraferðir? Við ætluðum að gera eitthvað í því. Jú, við sáum sumt flest og aldrei sem ég skil ekkert í. Gengum mér úr greipum jafnt og þétt, við reyna að nýta andra og skjóta og þess að njóta. Gengum mér úr greipum jafnt og þétt, sé hana kannski ekki rétt, þegar ég held ég sé hann á því, þá vex hún frá því. Gengum mér úr greipum jafnt og þétt, mig langar til að frysta þessar myndir og bjarga þeim frá tímans spennutörn. Gengum mér úr greipum. Vilt þú leiða mig til altaris? Ég er svo stolt af þér. Eldsnemma af stað, alla morgna með skólatösku, veifar mér bless og hún brosir inn í sig. Donna, ekki núna, segir hann. Sophie segir mér að þú ætlir að leiða hana til altaris. Já, hver annar ætti að gera það? Hvað með pappina? Pappina er ekki hérna. Hún sagði mér það. Þetta er það sem hún vill, að pappina sé hérna. Og hvað er pappina vill það líka? Sem ekki verið að gera mér þetta. Hlustaðu á mig, Donna, þetta snýst um okkur. Ég segi ekki orð,
engin spilaborð, því að það sá sem hann dregur tapara sætan sigurinn, svona lögin. Hann kann nú eins og ég kissa innilega, minnir kannski á mig, hennar jáði þig, innst í hjarta þér, veistu hvernig trega, en það stofa líkt, lögunum skal líkt. Svo gaf ég Guð honum að fylgja peningum og ríkti jörðina, varstu mér sinna, ég jafnvel sá sem veður tapara. Það svo ljóst og verð ekkert við þig gert. Segi ekki orð, orðin verða tóm, ég skil þig þú vilt senda þig, afsakaðu mig ef þú verður sár, þessi sögur sín, ég svo miður ein, en þú veist að það sá sem já, að það sá sem svona eru átökin elsku eða mín, það sigrar sá sem kann og það sá sem já, það sá sem Rósi, Æ, ekki núna þegar ég er upptekinn. Hvað viltu með hinum? ég fékk þessi skilaboð frá Sophie. Ég átti að leiða hann til altarins, en nú hefur hann skipt skoðun. Ég átti ekki á þessu. Ég veit ekki hvað ég er, ég veit ekki hver ég er. Ég kom bara ekki á brúðkaup. Ég er pabbi Sophie. Vá, mér heyrðist þú nú aldeilis fyrir að ræða málið við Donnu. Já, ég fyrir að segja. Ekki til að tala um. Það er 5 mínútur í að Sophie giftist. Fyndu sæti og steinglasi kaffi. Er í lagi að sé hér? Vil í guðan bænum.
segja alveg eins og er, þó dauðkveðið fyrir að fram í gólfið. Ég virðist verið óttalausi ferðakraftur, en innst inni fæ ég bara brauðlappir við tilhugsunum brúðkaup. Lát heyra. Hjónaband, börn, áhrif. Ég er rithöfundur og ákveðast fyrir löngu. Ég veit að einn mína slóð. Ef þér hugur snýst, get ég alveg nýst. Ég verð áfram hér, vöktu séns á mér. Ef þið langar, segðu það, ég er alltaf laus. Ef þið vantar samastað og þú hengir haus. Setja einhvern kjör, góða gælur, núna byrti og fram hér. Ef þið séns á mér, ég skal lækka handa mér, það er línan sín. Svo ég megi sýna þér það sem ég er dýr. Ef þið séns á mér, ef þið séns á mér. Við getum dansað, við getum labbað, já bara verið saman. Hlustað á smá music, spjallað og rappað, að kynnast mér er gaman. Því það er svo margt sem ég veit að veitist mér, en með dreymir ég sem ég þér veit eða ætti að horfa frá, svo hrettur við alltaf þá, já það veistu mig. Hvað ég trái þig.
Ég sagði Láru að ég gæti ekki keypt henni og ég kom beint aftur hingað. Hvers vegna hringdirðu ekki? Því ég var nógu vitlaus til að halda á sæti hérna hugsjúk út af mér. En þegar ég kom aftur var mér sagt að þú hafði stungið af með einhverjum öðrum gæja. Ég kom beint aftur heim. Lára lét mig heyra hvað ég var vitlaus og giftist mér til að sanna það. Afsakið, ef ég mætti aðeins fá að tjá mig. Mér finnst alveg stórkostlegt að eiga þriðjung í Sophie. Ég held ég myndi aldrei eiga svona mikið í barni. Donna, þú varst fyrsta stelpan sem ég elskaði, en leið svo síðasta. Fjölskyldur eru margvíslegar, ekki satt? Í þinni það þú og Sophie, en í minni það við Guðmundur. Ég veit að það hægt að komast að þessu, ef þú vilt, en ég er sammála Harry. Mér finnst frábært að vera þriðjungspabbi. Mér líka. Alveg er þetta dæmigert. Þú býr í 20 ár eftir að pappinn sýnir sig og svo koma þær allir þrír í einni bendu. Ég hef ekki hugmyndum hver ekki er pappi minn og mér er skítsama. Ég hef lært aldrei sjálfa mig. Skye, giftum okkur ekki. Ég veit þú vildir aldrei þetta tilstand og við erum haft lífið framundan. Drífum okkur bara burt af þessari eyju og kíkjum að þessa heiminn. Ég elska þig. Og ég elska þig. Donna? Já? Ber mér svo að líta að brúðkaupinu sé aflýst. Veistu, ég hef bara ekki hugmynd hvað er að gerast þetta. Augnablik. Hvers vegna láta gott brúðkaup fara til spillis? Hvað segir sér þetta? Þú myndir einhvern til að halda þessu hótelheim í standi. Ertu brjálaður? Ég tek ekki þátt í tíkvæni. Eftir ég heldur. Ég er fráskilinn maður og hef elskað í 21 ár. Og frá því ég stíg fætt á þessa eyju, hef ég verið að deyja úr löngun til að sýna þetta. Hvað segir Donna? Þetta er bara það svolítið eftir ólifan. Ég
og Íris að koma upp á svið. Þakka þér fyrir Óli Stólin gegnum árin.